umræða Betri Reykjavík og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Lýðræði ekkert ósvipað hjónabandi. Það stöðugt viðfangsefni, það stundum pínu basl, en það oftast gefandi og skemmtilegt. Eins og með hjónabandið, þá ekkert til sem heitir mikið lýðræði og ekki heldur neitt sem heitir lítið lýðræði. Mikið eða lítið hjónaband ekki til. Lýðræði kerfi eða stofnun eða verklag. Það eins og hjónabandið, eitthvað sem við höfum valið okkur sem leið að markmiði eða leið til þess að lifa. Það sama gildir hjónabandið og lýðræði að það krefst vinnu og orku að rækta það og hlúa að því. Lýðræði sem aðeins byggir á kosningum á 4 ára fresti ekkert sérstaklega skemmtilegt eða innihaldsríkt. Við kosningarnar þarf að bætast virkt samtal skoðanir, líðan, áhugamál og vilja fólksins. Þetta samtal, eins og í hjónabandi, getur átt sér stað með ýmsum hætti. Það getur verið á formlegum fundum sem halda fjölskyldufundi, það getur verið á óformlegum fundum, það getur verið maður og mann, en það getur líka verið í gegnum alls konar tæknibúnað eins og sem getur verið misflókin og misárangursríkur. Hérna í Reykjavík höfum við sannarlega reynt að afbyggja mjög stópult og óvirkt samband milli borgarstjórnar og borgarbúa í gegnum kosningar á 4 ára fresti, jafnvel með einstaka viðtölum mistengdra einstaklinga við misvaldamikla borgarfulltrúa sem stundum gátu breytt einhverju. Við höfum reynt að breyta þessu í alvöru samband milli borgarbúa og borgarstjórnar með ýmsum hætti og það hefur sannarlega skilað sér. Ég á því að tillaga aðalskipulagi borgarinnar væri ekki eins og hún í dag nema að því að skipulagssvið og skipulagsráð fór í heilmikla fundarferð borgina á síðasta kjörtímabili til að afla upplýsinga og gagna og hugmynda frá borgarbúum mjög snemma í skipulagsferlinu. Sömu sögu að segja alls konar vinnu sem hefur farið fram á öðrum sviðum, bæði þar sem sérfræðingar eða notendur eða einhverjir afmarkaðir hlutar borgarbúa hafa verið boðaðir til skrafs og ráðagerða til þess að gera vinnuna betri. Þessu til viðbótar höfum við nú Betri Reykjavík, þar sem fólki gefst kostur á að koma hugmyndum á framfæri til kjörinna fulltrúa til okkar sem höfum skuldbundið okkur til þess að taka afstöðu til 5 vinsælustu tillagnanna í hverjum málaflokki í hverjum mánuði. Betri Reykjavík frábær hugmynd. Einföld og snjöll og hentar mjög stórum hópi borgarbúa. Þaðan hafa komið margar góðar hugmyndir, en nú þegar nokkur reynsla hefur fengist á kerfið tel ég nauðsynlegt að við tökum það til skoðunar og lögum það sem mögulega þarf að laga. Í dag Betri Reykjavík þannig að allir geta skráð sig og sett inn hugmyndir. Hafa farið inn á síðuna og fyllt út í 4 reiti. Til þess að koma einni hugmynd á framfæri þá þarf að fylla út 4 reiti. Titill hugmyndar, lýsing á hugmyndinni og svo einhverju hluta vegna 2 dálkar með rökum. Annars vegar á maður að setja fram rök, það aðeins misjafnt orðalag, en báðir dálkarnir þannig að maður á að setja inn rök fyrir hugmyndinni. Einhverju hluta vegna sem ég skil ekki almennilega. Gott hjónaband, svo við förum aftur í það, byggir á gagnkvæmum skilningi að fólk geti talað saman, verið það sjálft og sagt hlutina hreint út. Misskilningur, að ekki sé talað tíða misskilning, gerir ekki mikið fyrir hjónaband. Þess vegna þurfa báðir aðilar að vanda sig, tala skýrt og leggja sig fram að skilja. Lýðræðið krefst þess sama. Það skiptir máli að segja hug sinn skýrt og koma frá sér skoðununum á skiljanlegan hátt og það gildir alla hlutaðeigandi. Þess vegna skiptir máli að á Betri Reykjavík séu leiðbeiningar frá borginni það hvernig verkefnið sé hugsað, hvaða upplýsingar sé krafist og hvað það sem að virki eða auki líkurnar til þess að hugmyndin virki eða geti orðið að veruleika. Þetta segi ég ekki ástæðulausu. Það hefur ítrekað komið fyrir að tillögur hafa verið lagðar fyrir fagráð borgarinnar sem enginn skilur. Ég man eftir tillögunni gefin verði út borgarblöð fyrir heimilislaust fólk, án útskýringa og án rökstuðnings. Örugglega mjög góð hugmynd, en hún þarfnaðist frekari skýringa, hún þarfnaðist rökstuðnings og við þurftum að fá meiri upplýsingar til þess að geta tekið afstöðu til hennar. Var hugmyndin sú að borgin gæfi út þessi blöð? Var hugmyndin svo að borgin myndi styrkja tillöguflytjanda til þess að gefa blaðið út eða var hugmyndin svo að fá heimilislausa til þess að gera það? Það vitum við ekki ennþá. Svo það viðbrögðin. Ég ekkert viss að það myndi virka mjög vel í hjónabandi ef að annar aðilinn legði eitthvað til og hinn aðilinn tæki ekki afstöðu
heldur fæli kannski vini eða systur eða einhverjum að skera úr málið og hafa á því skoðun. Það var nefnilega þannig að lengi vel tóku fagráðin enga afstöðu til málana, heldur settu bara inn minnisblað frá viðkomandi fagsviði á vefinn eins konar svar við hugmyndinni. Kjörnu fulltrúarnir sem að höfðu þó skuldbundið sig til þess að taka afstöðu til tillagnanna, tóku aldrei afstöðuna, heldur vísuðu málinu til fagsviðana þar sem að einhvers konar skýring og penna eða sem sagt bréfaskriftir hófust. Þetta hefur breyst, en það er ennþá of óljóst að mínu mati og handahófskennt hvernig afgreiðslan er. Og það er bagalegt að því að lýðræði krefst mjög skýra reglna, rökstuðnings og takmörkun á geðþóttaákvörðunum. Fólk á að geta treysti að það sé tekin málefnaleg afstaða til tillagnanna, að það séu fagráðin sem að afgreiði málin eins og borgarstjórn hefur skuldbundið sig til. Auðvitað út frá ráðleggingum og ábendingum frá fagfólki, ég er ekki að gera lítið úr því, auðvitað hafa þau sérþekkingu sem er dýrmætt fyrir okkur, en það er okkar að taka afstöðuna. Samtal, hvort heldur sem er á milli hjóna eða á lýðræðislegum vettvangi, þarf að vera áhugavert. Það þarf að hafa tilgang og það þarf að skila árangri. Það nennir enginn að blaðra bara út í loftið ekki neitt til lengdar. Ég er því miður hrædd og nú er ég ekki að segja að það sé verið að blaðra út í loftið að tala ekki neitt, en ég er hrædd að dvínandi þáttaka í Betri Reykjavík sé samt sem áður tilkomin vegna þess hversu tilviljanakennd afgreiðsla borgarinnar er á tillögunum. Fólk sér ekki tilganginn með því að vera að setja inn tillögur sem það veit ekki hvort eða hvernig verða afgreiddar. Ég veit svo sem ekkert það og það má vel vera að ég hafi rangt fyrir mér, en það er umhugsunarefni hversu lítil þátttakan er orðin. Ekki bara að því að það setji mark sem að fólk hafi þá minni áhuga á borginni, minni áhuga á að gera hana betri, heldur þarf líka færra fólk til þess að hafa áhrif. Það þarf jafnvel bara litlar klíkur til þess að setja mál á dagskrá, sem er ekki í takt við það sem upphaflega var hugsað. Við höfum verið að fá inn hugmyndir í fagráð borgarinnar sem að bara nokkrir einstaklingar hafa kosið, jafnvel innan við 10. Það þýðir að það er vel hægt að komast hjá lýðræðislegri umræðu eða rökstuðningi sem þó var hugsunin á bak við Betri Reykjavík. Það er hægt að setja bara þarna inn mál, hringja í saumaklúbbinn sinn eða nánustu fjölskyldu og fá það til þess að kjósa. Þannig á þetta ekki að vera. Við viljum að þarna sé dýnamísk umræða, raunverulega lýðræðisleg meðal borgarbúa og helst margra og jafnvel allra. Það er mat mitt að þessi góða og skemmtilega hugmynd og tilraun þarfnist endurskoðunar. Við þurfum að auka þátttökuna og við þurfum að gera ferlið skilvirkara. Við þurfum að efla upplýsingaflæðið, við þurfum að taka kerfisbundnar á málunum, við þurfum að leiðbeina fólki meira og betur en við gerum í dag. Forseti, ég er ekki að setja þetta mál á dagskrá til þess að fá einhverja niðurstöðu hér í dag. Og ég er heldur ekki að segja að allar þær tilfinningar sem ég er einhvern veginn að opna á hér gagnvart því hvað er að gerast þarna séu réttar. En það skiptir máli að við förum yfir málið. Þetta er búið að vera núna til einhverja ára í gangi og við eigum að skoða og endurskoða og þróa stöðugt þær leiðir sem við notum til samskipta við borgarbúa og þar er Betri Reykjavík alls ekkert undanskilin. Ég vona að við getum þess vegna hafið hér samtal sem að vonandi leiðir til einhverja niðurstöðu það hvernig við getum blásið í glæðurnar og tryggt að lýðræðið verði áfram innihaldsríkt, gefandi og árangursríkt í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur fyrir hennar orð og fagna því að við tökum þetta umræðuefni höfum sett þetta umræðuefni á dagskrá og langar nú bara aðeins að blanda mér í þá ágætu umræðu. Nú við ræðum hér Betri Reykjavík, hugmyndina á bakvið Betri Reykjavík og svona útfærsluna.
hvernig við getum bætt hana. Og ég hef nú alltaf verið mikill áhugamaður, eða ekki alltaf, ég segi það nú ekki, en lengi verið mikill áhugamaður lýðræðisumbætur og þetta svokallaða beina lýðræði sem að Betri Reykjavík er vissulega svona ákveðið tæki til, eða tilraun til aukins beins lýðræðis og mér langar nú samt að líka að benda á það að lýðræðið er náttúrulega ekkert fullkomið. Lýðræðið hefur vissulega sína kosti en það hefur líka sína galla og oft er lýðræðisleg útkoma ekki alltaf útkoman sem að fólk hafi óskað sér og enskt máltæki segir hérna a camel is a horse designed by a committee og mikið til því en lýðræðið er náttúrulega langsamlega besta stjórnarfyrirkomulag sem að maðurinn hefur fundið upp í það að skipuleggja samfélagssýn og samskipti. Og á þess að vera, og langt frá því að vera fullkomið og lýðræðið fer vaxandi, lýðræðinu vex fiskur hrygg, fleiri og fleiri lönd gerast lýðræðisleg, einræðisríki hrynja til grunna og breytast í lýðræðisríki eða fara að vinna á lýðræðislegan hátt. Og oft er það í fyrstu á hálfgerðum brauðfótum og það er ýmislegt sem náttúrulega kemur þar inn í eins og svona nepotismi eða sem íslensku heldur sig kalla fyrirgreiðslu pólitík og eða klíkuveldi sem að taka lýðræðið og manipulera það, stjórnast með það. Þannig að beint lýðræði og vefur eins og Betri Reykjavík er svona leið til þess að reyna þá frekar að bæta lýðræðið og svona stoppa í ákveðin göt og jafnvel að opna nýja möguleika í lýðræðisþróuninni. Það er að segja að fyrirbyggja að koma í veg fyrir misnotkun á lýðræðinu. Betri Reykjavík hefur kannski eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir benti á hér í sinni ræðu að þá hefur Betri Reykjavík svolítið liðið fyrir það að mörgum hefur þótt þáttakan dræm eða ekki nógu góð, en það mætti vera betri. Og síðan eru þeir sem að benda á það að svona að það verði að vera blönduð leið til þess að virkja fólk í svona beinu lýðræði. Það sé ekki bara það sé ekki nóg að vera bara á vefnum, heldur þurfi líka að eiga sér stað einhvert samtal í mannheimum, í raunheimum og kannski væri best ef að hægt væri að útbúa þetta sem blöndu af þessu tvennu og það hefur við höfum náttúrulega reynt af fremsta megni að hvetja fólk til þátttöku í Betri Reykjavík og reyna að skýra
skýra þessa afgreiðsluferla og notenda viðmótið og gera þetta aðgengilegt og einfalt og helst skemmtilegt. Og ég hef heyrt ákveðnar hugmyndir, það eru náttúrulega aðrar hugmyndir í lýðræðispælingum sem að tengjast svona kerfi eins og við erum með á Betri Reykjavík og þá til dæmis höfum við verið að skoða möguleika á því að prófa svokallað þátttökulýðræði eða þátttökulýðræði deliberate poll sem byggir á hugmyndafræði professor James Fiskin sem er ákveðin svona lýðræðisleg aðferð sem hægt væri hugsanlega að samtvinna við Betri Reykjavík til þess að ná betri og meiri árangri. En Betri Reykjavík hefur vakið töluvert mikla athygli og þetta er náttúrulega algjörlega magnaður hugbúnaður og ég minn á það að Betri Reykjavík vann hin virtu alþjóðlegu verðlaun Democracy Awards í Frakklandi í fyrra og þykir og er ansi bara virtur hugbúnaður sem að við getum náttúrulega gert hann betri og það verður náttúrulega endalaust verkefni að bæta vefinn og auka þátttöku og svona árangurinn af þátttökunni. Og náttúrulega að vissu leyti stöndum við á ákveðnum tímamótum í svona afstöðu til lýðræðisins. Svona atburðir síðustu ára hafa vakið marga til umhugsunar lýðræðið og fólk kannski sem var ekkert áður að velta fyrir sér lýðræðismálum er að gera það. Og margar svona nýjar og athyglisverðar hugmyndir sem að spretta fram. Þannig að og við höfum Betri Reykjavík til þess að þróa og bæta og nota. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra í bili en hlakka til að hlusta á umræður hér. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá. Jú, þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óska eftir því að taka til máls. Forseti og borgarfulltrúar, bara örstutt Betri Reykjavík sem að ég held að sé alveg verulega gott innlegg í svona rafrænt lýðræði og einhverja tilburði til þess að draga fólki nær í rauninni stjórnun borgarinnar. Það eina sem mér hefur fundist, sérstaklega við fáum fleiri eða höfum fengið fleiri tillögur frá Betri Reykjavík inn í menningar- og ferðamálaráð og þar hafa margar þeirra verið alls konar að við borgin myndum fara að gera alls konar, gera einhverja viðburði eða standa fyrir einhverju og af því að menningar- og ferðamálaráð virkar eiginlega ekki alveg þannig, heldur við erum að reka í rauninni, við höfum afskaplega lítinn ramma til þess að nota til þess að í rauninni sem er sveigjanlegur. Þetta er eiginlega nánast allt, ég hugsa 80% sé bundið í samningum eða í einhver ákveðin verkefni og meira en það. Og svo er ákveðin pottur sem fer til styrkja
og í hann þarf að sækja á hverju ári og annað fé höfum við ekki. Þannig að þeir sem eru að koma með allskins hugmyndir og þeir auðvitað gefa okkur hugmyndir og þetta ræðum þar og það er auðvitað mjög skemmtilegt. En niðurstaðan er eiginlega alltaf svo að benda þeim á það að ef að þeir vilji taka að sér að framkvæma eitthvað slík verkefni sem verið að benda á, þá sé það hægt og hægt að gera það inn í pottunum. Þannig að við basically getum einhvern veginn aldrei tekið mikið til okkar af þeim tillögum sem koma af svæðinu og inn til okkar. En þetta er svona eitthvað sem að manni finnst kannski svolítið leiðilegt, því að auðvitað er gaman að geta unnið svona beint, fengið í rauninni þetta beina samtal við íbúa og rökræðurnar hafa farið fram og þetta er mjög gott, þetta er í rauninni mjög framsækið, bara framsækin vefur og framsækin leið. Ég hugsa þetta við erum með þessu komin ansi langt inn í rafræna lýðræði. Nú veit ég eins og stjórnarráð hefur verið að mæla þetta hjá öllum sveitarfélögum og opinberum stofnunum og þessi hluti hann er engan veginn nógu góður og það þarf að bæta verulega upp á og ekki bara og í raun og veru hvernig í rauninni viðhorf þeirra sem vinna á borginni til hugmynda íbúa. Því í raun og veru erum við öll hér til þess að þjónusta íbúa og það er þetta viðhorf sem vefirnir þurfa að bera og einhvern veginn að fela í sér og gera það ekki nógu vel núna og aðferðirnar eru ekki nægar en Betri Reykjavík er tilraun til þess að svona nálgast þetta. Það má örugglega bæta úr, til dæmis núna kemur fram í rauninni hvað gerðist á ráðsfundi þegar tillagan var lögð fram og svo henni gjarnan vísað inn í einhverja aðra vinnu og svo veit ég ekki meir, ég veit ekki hvort að þá sá sem átti hugmyndina veit hvað af henni varð, ég veit ekki hversu nákvæmlega þetta er unnið, en þetta er einmitt lykilatriði í öllum þessum umræðum að þegar þú nálgast batteri eins og borgina með hugmynd, þá þarftu að vita hvað mun gerast, hverju munu fjallum hana og hver verður niðurstaðan, henni hafnað eða ekki, verður eitthvað henni tekið upp. Þetta þarf fólk að vita, fólk þarf að hafa gegnsæja ferla og þetta auðvitað að í rauninni ýta okkur að hafa allt mun meira gegnsæja en það er í dag. Það ætti í rauninni að fara í algjöra endurskoðun á því hvað gögn eiga að vera aðgengileg. Við höfum nú rætt þetta hérna líka þegar við samþykktum stefnuna upplýsingatæknistefnun okkar og það þarf að gera alveg ofboðslega mikið skurk í því þannig að við getum í rauninni fjárfest í nauðsynlegum aðferðum og leiðum til þess að bæta þetta verulega. Því þetta skiptir öllu máli og þetta er bara svona framtíðarmál og þetta skiptir ekki bara máli að fólk viti hvernig er unnið, heldur getur þetta einfalda alla ferla til muna og við getum dregið úr yfirbyggingu, við getum fækkað starfsfólki og þetta verðum við að skoða. Og mér finnst að við höfum bara fara að hugsa þetta verulega í samhengi við einmitt Betri Reykjavík og fara að gera lengri plön og setja niður hvenær er rétti tími til að fjárfesta í þessum leiðum. Því tíminn líður bara alltaf hratt. Við settum hana stefnu, nú þurfum við að fylgja henni eftir. Betri Reykjavík er inni í rauninni einn angi af þeirri stefnu. Þetta gerir svo miklu betur, spara svo miklu meira með því að nota þessa ferla. Þannig að ég bara vona að okkur beri gefið til þess að gera þetta sem fyrst. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil aðeins blanda mér í umræðum Betri Reykjavík sem ég tel vera gríðarlega merkilega tilraun og í raun nýja vídd. Mikilvægt að átta sig á því að þetta er hluti af eiginlega samræðu lýðræði eða rökræðu pólitík og kerfið vinnur, þar að segja þetta
Betri Reykjavík kerfi dregur fram í raun það sem fólki finnast vera góða röksemdir og vondar, ekki síður en skoðanir þeirra, og það held ég að hafi geysilegt gildi. Það er alveg rétt og ég tek undir það sem að borgarstjóri sagði að þetta kemur auðvitað ekki í staðinn fyrir annað sem við erum að gera, en ég held að þetta dýpki það og bæti ýmsu við. Og ég velti fyrir mér að það er alveg rétt sem að borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir sagði að það hefur dregið aðeins, það er eins og fyrstu hugmyndar að komið sem skafl og svo hefur ekki náðarlega jafnvægi þáttakan eða takturinn og kerfið þetta byggir á mikilli þáttöku. Og ég velti fyrir mér hvort við eigum kannski að nota þetta markvissar í samvinnu við ýmsa hópa sem við höfum áhyggjur af að taki of lítinn þátt í pólitískri umræðu, rökræðu og borgarmálum. Þá er ég að hugsa yngsta hluta kjósendahópsins, framhaldsskólana og háskólana sem við sjáum að taka minni síminkandi þátt í kosningum og við vitum að fjölmiðlanotkun þessa hóps hefur breyst alveg gríðarlega mikið og ekkert sjálfgefið að jafnvel þó að við séum upp alla veggi að ræða eitthvað sem okkur finnast vera mikilvæg mál í hefðbundnum fjölmiðlum að þá er ekki gefið að nema brot af þessum hópi fylgist með þar vegna þess að það eru einfaldlega komnir aðrir miðlar, aðrar gáttir þar sem að fólk sækir sér upplýsingar og svo framvegis. Betri Reykjavík gæti verið leið til þess að byrja þetta samtal ungu Reykjavík og nýju Reykjavík og ég legg það hér inn í umræðuna hvort að við ættum að fara út á þær brautir því að ég held að það væri mjög spennandi og þessi nýja uppfærsla sem að CCP lagði okkur til og ég er mjög hrifinn af og ánægður og í raun þakklátur því fyrirtæki ætti að hjálpa okkur í því markmiði. Ég held að hún sé góð til þess að vinna þetta áfram með einhverjum svona skýrt skilgreindu markhópi. Svipað og við höfum verið að nota þetta fyrir hverfin í tengslum við hverfakosninguna og vonandi núna í tengslum við hverfaskipulagið. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar. Mér langar nú bara aðeins að leggja orði í belg. Mér finnst þarna fyrirbærið Betri Reykjavík vera eitthvað sem er einstaklega spennandi og bara þakka fyrir þá umræðum sem hér hefur verið. Tek undir orð borgarstjóra að jafnvel þótt við séum að þróa slíkt rafrænt lýðræði að þá að sjálfsögðu þar umræðan og það er að segja manneskja á móti mannesku er að sjálfsögðu eitthvað sem maður má aldrei útiloka. Þetta er eins og var nefnt hér að þetta er meira til hliðar til að styrkja við stoðir og kannski líka ná til nýrra hópa. En þó er maður samt hugsi eins og borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson kom inn á að hvernig getum við kannski unnið að því að fá meira ungt fólk til að nýta þetta. Það er ju fólki sem er að nýta mest tæknina og er samt að sama skapi kannski ekki til þess að skila sér þegar lýðræðislega kosningar fara fram og svo framvegis. Þannig að mér finnst það vera á ábyrgð okkar að skoða og eiga betra samtal borgarfulltrúin Sólveig Tómasdóttir talaði hér hjónaband sem að mér finnst bara margt góð myndlíking. En þá að þarna finnst mér líka mjög mikilvægt þegar gagnrýnisraddir heyrast að hjónaband að bæði sjálfir aðilarnir í hjónabandinu og nær umhverfið þarf að gefa hvor öðru séns og gott samband, hvort sem þessi hjónaband eða hvað, það tekur tíma að þróast og það er alltaf einhverjir hnökrar á og þess vegna erum við hér komin til að finna eða velta upp þessum hnökrum og líka að hrósa, að þau í hjónabandi ámar að vista að hrósa. Þannig að mér fannst mikilvægt, mér fannst það skemmtilegt og vildi bara svona rétt koma því að og eins auðvitað þá ef við bara höldum að fara að nota myndlíkinguna að við þurfum líka að þora að gagnrýna hvort annað og við þurfum að þola þegar gagnrýni berst frá utanaðkomandi og gagnrýni er jú bara til að skoða og bæta. Mér finnst líka mikilvægt að skoða
þá ef maður fer svona yfir í persónulegu reynsluna þá ég svona ein af þeim sem innan gæsalappa myndi kallast tæknihrædd, ég á ekki gott orðið fyrir þetta. Þannig að við þurfum líka að spyrja okkur að því hvernig getum við fengið fólk til að yfirstíga svona vissa hræðslu sem hræðsla kemur ju við það sem maður þekkir ekki. Þannig að ég geti trúa því að við þurfum að skoða þetta, skoða hvernig við getum fengið þjónustumiðstöðvar með okkur í samstarf þá við þjónustumiðstöðvar aldrara og ég held að það sé nú eitthvað slíkt í gangi þá sérstaklega þegar hafa verið kosningar betri hverfi og svo framvegis að þá hefur einhver slík aðstoð verið í gangi en ég held að þetta sé eitthvað sem við höfum alltaf verið að skoða, við sjáum þetta þegar við tölum frístundakort Reykjavíkurborgar, það alltaf viss hópur sem skila sér ekki og ég vil telja mig trú það að það tengist því eitthvað að fólk hreinlega hræðist þessi rafrænu umsýslu að ná sér í lykilorði eða hvað það er. Þetta ekki, þótt að við flest séum orðin ansi flinkið í, að þá finnst mér þetta líka einhver svona eitthvað atriði sem við eigum að kanna. Mér fannst bara einhvern veginn mikilvægt að koma hér upp. Líka vil ég nefna að sama skapi að það sem gerist þegar tillögurnar eru til umræðu í ráðunum, þá kemur oft í ljós að tillagan sem borin eru upp af borgarbúa, að það kemur oft í ljós að þegar nánar skoða þá það sem að borgarbúin er að óska eftir eða hvað það nú þá það oft til og þá getur maður líka spurt sig af hverju veit borgarbúin ekki að því að þessi aðstæði til staðar og svo framvegis. Þannig að þetta er gott til upplýsingar en þá spyrjum við líka þegar við erum að svara fyrir spurninni sem slíkri að þá væri auðvitað óskandi að kannski fleiri myndu sjá svarið til að sjá, já þetta er nú þegar til staðar í borginni en það er svona eitt af því sem við ættum líka að skoða. Nú, ég tek undir með borgarfulltrúanum Sóleyju Tómasdóttur að ég myndi gjarnan vilja að það má skoða, ég hef sjálf afgreitt tillögur þar sem er lítið kjöt á beinum ef ég má taka þannig til orða, en svo hafa líka verið raddir að það eiga að vera einhver hópur sem stýrir og hjálpar fólki hvernig það setja upp tillögu og þá erum við alveg fara að bakka út frá hugmyndinu borgaralegt lýðræði og rafrænt lýðræði, þá það orðið einhvern veginn svo, þá erum við farin að stýra því pínulítið að mínu viti. Þannig að maður þarf einhvers staðar að fara millileiðina í þessum málum. Svo að lokum kannski, ég get verið sammála því þar sem ég sitji í fleiri en einu ráði og það gera flestir borgarfulltrúar hér, að vissulega afgreiðsla tillagna stundum ekki alveg svo sama og það er ekkert að því en við þurfum þá bara að gefa okkur meiri tími í það að samræma okkur og taka það alvöru hvort sem að sé formynendur í ráðunum og síðan formyndir hittast að hvernig sem það er. En mér finnst einhvern veginn, eins og ég sagði, gefum hjónabandinu séns, tökum gagnrýni, skoðum hvað við getum gert betur og gefum líka hvort öðru hrós. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar reyndar að nefna það sérstaklega að ég sakna borgarfulltrúa Óttars Proppé og því hann sagði alltaf ástkæra borgarstjórn, held ég, ástkæra borgarstjórn og ég beina þeim tilmælum bara þeirri hugmyndi einhver kannski takið þetta upp eftir honum. Þetta var ákaflega yndislegt en hann er horfinn yfir móðuna miklu. Mér langar að dreipa hér á nokkrum atriðum varðandi, mér fannst athyglisvert þessi myndlíking sem að borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttir kom með hér í sinni ræðu hjónabandið og borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir kom inn á það líka og varðandi svona hugleiðingar lýðræðið og lýðræðið er náttúrulega það er ekki eins effektíft og einræði og einræði er miklu effektífara. Lýðræði er ánægjulegra en þess vegna ekki lýðræði, þess vegna er lögreglan til dæmis ekki lýðræðisleg vegna þess að það er bara ekki nóg effektíft en lýðræðið er geðslegra og
og þarfnast umræðu, og næringar eins og hjónaband til þess að dafna og vaxa og þroskast og styrkjast. Og einræði ekkert alslæmt, þannig að ég tel að einræði geti verið alveg frábært, að því gefnu að einræðisherrann sé góður eða einræðisfrúin. Ef það væri sem sagt algjörlega fullkomlega góð manneskja sem væri einræðisherra eða einræðisfrú í einhverju landi, þá held ég að það gæti alveg virka ágætlega. Og ég hef til dæmis kynnt mér einræðisríki Bútan, og það átti að vera svo ágætur kóngur sem að var svo góður og svona, en svo reyndist hann nú ekki alveg svona mínum dómi ekki alveg góður og ég hélt í fyrstu, og þeir voru með alls konar sniðugar lausnir, til dæmis leyfa ræktun á framleiðslu á kannabis, og sem notaði ekki sjálfur heldur gefa þeir svínum það, vegna þess að svínin borða meira og verða þar af leiðandi feitari og sem sagt er notað sem svínafóður, sem ég finnst mjög sniðug leið og skemmtilegt innlegg í þessu umræðu kannabisnotkun. En sem sagt neysla mannfólks á kannabis aftur á móti bönnuð í Bútan. Þetta bara athyglisverð svona staðreynd, athyglisverður punktur varðandi Bútan, og tala nú ekki ef einhver að fara að ferðast þangað. Og síðan eru mörg hjónabönd, að því við erum nú líka lýðræðinu við hjónabönd, sem að hafa haft á sér svona einræðisblæ, og ég hef nú oft séð slík hjónabönd og orðið vitni af slíkum hjónaböndum, og það hafa oft verið mjög farsæl hjónabönd, og þá sérstaklega það sem að konan í hjónabandinu hefur tögl og haldir á öllu og ræður öllu, og það hafa oft verið bara mjög farsæl hjónabönd. Þannig að ég held að ef við ættum að fá einhvern svona algóðan einræðisherra, þá þyrfti hann eiginlega að vera kona, sko. En mér langar síðan kannski að bæta við nýjum vinkli inn í þessa umræðu, og það sem sagt vinkillinn úr síðustu umræðu, það að segja sundi. Og að því að mér finnst svo vænt sósíalismann, og mér finnst sósíalismin svo háleit hugsjón, þó ég sé ekki algjörlega sammála í alla staði, þá finnst mér hún ofsalega háleit, og mér finnst svona sósíalismi í praxís hafa lukkast vel í sundlögunum. Það finnst mér vera góður sósíalismi sem á sér stað í heita pottinum, þar sem að heildsalinn og verkamaðurinn sitja báðir á spýtóskýlunni og ræða saman og vita ekkert hvað hvor annar eða ekki alltaf, en ég útiloka það samt ekki, og ég velti fyrir mér, eru sundlaugarnar kannski næsti vettvangur, geta sundlaugarnar orðið vettvangur fyrir beint lýðræði? Er þetta kjósa í sundlaugunum? Og talandi sósíalismann, þá náttúrulega getur maður ekki sleppt því að minnast á óvin. Þetta er náttúrulega eins og Guð og skrattinn, óvin sósíalismann sem er kapitalisminn. Hefur lýðræðið eitthvað að læra kannski af kapitalismannum? Og með fullri virðingu fyrir honum, og ég veit að það eru margir sem virða hann mikils, en hefur lýðræðið eitthvað að læra af kapitalismannum? Og það er ein hugmynd sem ég hef heyrt, sem mér finnst svolítið sniðug, og það hvað með að veita verðlaun fyrir að kjósa. Ef maður kýs að þá fari nafnið manns í einhvern pott, og maður getur hugsanlega unnið iPhone, ég veit ekki með þessa nýju iPhone, minnst þetta eldri, bara svona snjallsíma, og þetta hefur reynt með góðum árangri. Ég hef fyllt út alls konar svona blöð í flugvélum og svona, í þeirri vona að ég myndi vinna eitthvað drasl, sko, sem ég hef aldrei unnið, en ég hef fyllt samt út persónlegar upplýsingar og
og svaraði einhverjum spurningum, ég hafði lesið eitthvað smá lesefni og ég velti, mér finnst þetta svolítið sniðug hugmynd. En þá þakka ég fyrir mig, takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar og góðir gestir. Ég ætlaði bara aðeins að fá að bregðast við hér undir lokin því sem að sagt hefur verið rafræna Reykjavík. Ég er ekki alveg með það á hreinu hvort það var vel eða illa tekið í hugmyndir mínar að endurskoða kerfið. Ég vona að það hafi verið tekið vel í það, allavega ætla ég að leggja það til í forsætisnefnd að við svona skoðum þetta aðeins og þá er ég ekki að tala að endurskoða þetta neitt frá grunni, heldur að við veitum skýrari leiðbeiningar það hvernig hægt er að koma málum til lykta og þá er ég ekki að tala eins og borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir fór yfir að það er eitthvað að fara að kerfiskera tillögurnar eða það sem að fólk er að tala út í bæ, heldur bara að tryggja að allar nægilegar upplýsingar komið fram til þess að hægt sé að vinna málinu framgang. Við megum ekki, við verðum, lýðræðið krefst þess að við gerum kröfur hvers til annars. Og það er ekkert hægt að einhver einn segir bara eitthvað sem enginn skilur og hinn reyna að bregðast við því. Við verðum að tala skýrt og við verðum að hjálpa staðið að tala skýrt og við verðum að segja að við skiljum ekki. Og það er svolítið það sem mér finnst við þurfa að gera. Eins og borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson kom inn á áðan með unga fólki er bara mjög góð hugmynd. Það er bara frábært ef við getum reynt að þróa þetta yfir í meiri rökræður meðal annars ungs fólks og öðrum þeim sem ekki taka virkan þátt í pólitík með öðrum hætti. En markmiðið með þessari betri Reykjavík er samt tillöguflutningur og tillögur eiga að koma inn í borgarkerfið og fá afgreiðslu. Það er alveg hægt að nýta það ýmislegt annað en við þurfum að passa upp á að upphaflega markmiðið tillögurnar sé eitthvað sem að fúnkir vel. Að öðru leyti vil ég bara þakka fyrir ágætar umræður og vona að okkur lánist að halda áfram að þróa þetta þannig að lýðræðið geti vaxið og dafnað í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá eru ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum lið og telst umræðu lokið. Við fyrir